Góðan daginn. Hvar er ég? Við erum búin að fá lyklan á húsinu okkar. Ég ætla að sýna ykkur þetta. 1, 2 og pjú. Hérna er anderið inn í íbúðina hjá okkur. Og það sem er að fara að gerast hér. Ég ætla að segja ykkur frá breytingunum líka. Ég ætla að sýna ykkur íbúðina og ég ætla að sýna ykkur breytingarnar sem við ætlum að gera, hvernig planið er. Nú erum við inn í anderinu. Anderið er mjög stórt. Hérna er sem sagt fataskápur sem er þrjustór. Ég veit ekki hvort þetta skilir sér hvað þetta rými er stórt. Planið er sem sagt hinum megin við þennan herbergivegg, þennan er hjónaherbergi okkar. Planið er að loka þessum hérna vegg og gera þetta að fataherbergi hjá okkur. Ok, svo löpum við inn í húsið. Hérna, þetta hérna rými, þannig að sjáið, útidyrinn, svo labbar inn og þá ertu komin í þetta hérna rými. Hérna verður borðstofuborðið og allt það. Og ef við byrjum á að beygja til hægri, hérna er stofan. Og við erum með arinn. Planið er að setja sjónvarpið upp á vegg, sófan hérna í miðjuna og til að setja hérna. Til að sýna hvað þetta er stórt. Ég er ennþá inn í stofunni. Hérna endar stofan. Þannig að það gerir grein fyrir því hvað stofan er geðveikt stór. Sem er perfekt. Úr stofunni þá erum við komin inn í svona, hvað heitir þetta? Sólgarður. Ég man ekki hvað þetta heitir. Þetta hérna rými. Já, ég veit ekki alveg hvað við ætlum að gera við þetta rými. En lofthæðin er ekki mikil. Við hugsanlega gerum eitthvað svona barnahótt. Það væri ótrúlega gaman búa til svona boltasundlug þannig. En það kemur í ljós. Þetta er allavega svona eitthvað svona leiksvæði sem við getum reynt að gera eitthvað skemmtilegt úr. Ef við komum aftur það sem anderið er, hérna er eldhúsið. Ég var að fá mér að borða. Já, fyrir þá sem ekki vita, af hverju er ekki Anita með þér? Bla bla bla. Vinkonur hennar, systir og móðir. Já, systir. Já. Þær eru að gæsa, hvað er að mér? Það er sem sagt baby shower. Og já, Anita er að baka kökur og hafa það notalegt sem er bara perfekt. Allavega, eldhúsið, það lítur svona út. Risastór svona eldunarvél með þetta er örbylgjuofn og ofn og örbylgjuofnin getum við nota sem ofn líka. Vaskurinn er djúpur sem er geðveikt og eldhúsið er mjög stórt, þægilegt. Ég held að það sé mjög þægilegt að vinna og svona elda kokk eitthvað sko. Hérna er svona lítið borð. Hérna getum við verið með barstóla ef við viljum það. Kemur ljós hvað við viljum gera við það. Hérna svona matarkompa og hérna er stíin upp á aðra hæðina. Já, matarkompa sem er mjög þægilegt ef við skildum kaupa eitthvað dósamat og seriós og það er hægt að geyma eitthvað annað sko. Hérna er þvottaaðstaðan úr eldhúsinu fer inn í þvottaaðstöðu og skáparnir þar eru sprungunýr. Hérna getur við með þurrkarar og þvottavél eða þvottavél og þurrkarar. Þetta hérna rými hér. Hérna getur við verið með til dæmis fristi, svona háan fristi. Það er planið í framtíðinni og við erum með svona dót sem við höfum aldrei eftir að nota. En þetta hérna inni er baðherbergið. Baðherbergi á fyrstu hæðinni. Þannig að ef þú er búin að vera í sturtu og með óhrein föt, þá getur þú opnað þetta hérna, þá fer það að hinga og þá er óhrein föt bara hliðin á þvottavélunum. Brilljant. Já, nú ætla ég að sýna ykkur. Hérna, ef ég fer aftur þess að anderið er, hérna er hjónaherbergi og hérna er baðherbergi. Byrjum á því að fara inn í hjónaherbergi. Hjónaherbergi er ekkert gífurlega stórt og við ætlum að taka hérna skáp. Fataskápinn burt. Ég veit ekki hvert við ætlum að setja hann, en hann fer á góðan stað. En við tókum eftir því, ef það er rosa dimmt þá byrst ég afsökunar á því. Við tókum eftir því, þegar við færðum skápinn
að bak við skápinn var svona hillur og dót sem fyrrum eigendur vissu ekki einu sinni af. En þið munið eftir í byrjuninni, þegar við vorum í andirinu og við ætluðum að loka, þá það þessi hérna veggur. Þannig að hérna, sko, ef við ímyndum okkur að hérna verður hjónarúmið og svo beint á móti, hérna verður sem sagt inn í fataskápinn. Já, við lokum þessu hérna. Baðherbergið drullustórt. Getur ímyndað þetta drasl. Þið viti hvað þetta stórt. Það er nóg að plássu hérna inni. Og planið sem við eigum bað sjálf. Við ætlum að losa okkur við þetta. Ég vil losna við þetta. Við ætlum að færa þessa skápa, þessa hérna. Færa það á þennan vegg. Og svo baðkarið sem við eigum, sem svona 2 manna drullustórt, það verður sem sagt hérna í horninu. Það er planið, sko. Herðu, svo förum við upp stigann. Já, þegar þú ert komin á fyrstu hæðina, aðra hæðina, búin að labba upp stigann, þá kemur fyrsta herbergi, sem ógeðslega stórt, mjög stórt. Ég býst við því að eitthvað af börnunum mínu verður hér og ég myndi að rífa þetta strax niður. Þetta rosa stórt, ég held að þetta sé í kringum 10 fermetrar, held ég. Allavega, þetta mjög stórt. Þessi veggur hérna, hvað hljóð þetta? Já, þessi veggur erum við að fara að brjóta. Við ætlum að brjóta þennan vegg. Tæknilega séð eru 4 svefnherbergi á efri hæðinni. Við ætlum að brjóta þennan vegg og búa til 3 svefnherbergi. Þannig að minnka 1. Og hérna verður sem sagt sjónvarpsstól. Þú getur ímyndaðir, sko, stíginn þetta hérna og veggurinn endar líklegast, sjáðu rafmagnsdósina sem hérna ykstar. Já, veggurinn fer þangað. Hérna verður svona sófi og hérna verður sjónvarp og svona chill fyrir krakkana. Svo hérna eitt herbyggi. Þetta verður líklegast herbyggi hjá Benjamin og það reyndar svolítið mikið af gluggum. Það svona eina sem svona spes. Svo hérna sturta og baðherbyggi. Voða lítið ef það þarf að sýna þessu rými mikla ást með tímanum. Við ætlum ekki að gera það alveg strax. Og svo hérna annað herbyggi sem líka rosalega stórt, mjög stórt. Og úr þessu herbyggi og reyndar úr öllum herbyggjunum þá sérðu hérna bílaplanið. Þetta sem sagt bílaplanið hjá okkur. Hérna litli bílinn minn og þarna körfa. Já, og hérna. Þannig að, já, þetta mjög spennandi. Þetta mjög spennandi, sko. Svo við hérna röltum niður stigann aftur. Þá getum sýnt ykkur bakgarðinn hjá okkur. Þá þurfum við að fara inn í eldhúsið aftur og inn í þvottaaðstöðu. Og þá getum við einhvern veginn svona. Og þetta hérna sem sagt bakgarðurinn hjá okkur. Ég ætla að sýna ykkur aðeins. Ég ætla að sýna ykkur stærðin á honum líka. Ef ég hérna fæ að setja þetta hérna. Það sýna ykkur hvað stór. Þannig að ég geti ímyndað ykkur hvað það hvað hérna þetta svæði hérna ógeðslega stórt. Og hugsanlega næsta sumar þá hérna sem malargryfjan við ætlum að setja trampólín hérna. Losa okkur við þessa steina, meirihlutann af þessu og vera með risastórt trampólín svona niðurgrafið. Það svona draumurinn. Svo erum við þetta með heitapottinn hérna og svo þetta bara eldhúsið hérna beint inn hinum megin. Já, svo erum við þetta með bílskúr. Bílskúrinn bara svona venjulegu bílskúr. Ekkert
ekkert merkilegur, ekkert ómerkilegur og hann er svona, fyrir þá sem hafa áhuga með bílskúrinn, þá er hann 1,5 bíll. Já, herru, ég ætla að fara að gera eitthvað hérna, en ég er alveg búinn að sýna ykkur nákvæmlega hvernig íbúðin er og það er rosa mikið sem við ætlum að fara að gera. Við ætlum að brjóta þessa veggi og loka veggjum. Við ætlum að skipta parkett og við ætlum að mála og við ætlum að gera eitthvað meira. En þetta er basically Klausturhvammurinn sem við erum búin að kaupa og fjárfesta og hér munum við dvelja næstu 20 árin, 30 árin ef ekki meira. Já. Jæja, herru, það er komið nýr dagur, eins og sjáið, nú er komið föstudagur og það sem er búið að gera síðan í gær, þau muni eftir veggnum uppi, núna lítur þetta svona út. Þess að við erum búin að brjóta vegginn eins og hann á að vera og eina sem ég á eftir að gera er að klæða lokasárunum. Og í dag fórum við í múrbúðina og við kaupum alla málingu þar, við kaupum parketti þar, við völdum vínilparkett sem er ógeðslega flott. Það sýnir ykkur að við erum reyndar ekki búin að fá vínilparkettið en það mun svo að vera svona ljóst. Ég ætla að koma með, setja þetta hérna, ég held á þessu hérna. Þannig að parkettið mun líta svona út. Í ljósari kantinum, þetta er svipað og við höfum í skipalóninu, nema þetta er vínilparkett. Og það sem verið að tala í parkettbransanum, að vínilparkett er það sterkasta í dag. Þú getur ekkert fundið sterkara svona parkett, skils mér. Og ég hef heyrt að Leifsstöð í Keflavík, gólfefnið þar, það er svona vínilparkett, þannig að ef það endist þar, þá þetta endist hjá okkur. Kannski á morgun, laugardag, fáum við parkettið, ef ekki þá bara liggur ekkert á út að við hefum eftir að gera svo ótrúlega mikið. Þannig að, já. Góðan daginn, það er komið dagur með 3, það er mánudagur. Það sem er búið að gerast núna seinustu daga, við erum búin að spasla í öll göt sem við ætlum að spasla í, eða göt sem eru, og við erum búin að taka parkettlistana gömlu sem voru hérna út allt og já, annað erum við ekki búin að gera það. Þetta er ótrúlega vinna sem fylgir í að flytja, að breyta svona húsi. Þetta er skemmtilegt, spennandi. Á eftir kemur Anita, pabbi og Steinun, konan hans, eru hérna hjá okkur og á eftir er ég og Anita að fara niður í múrbúð og við ætlum að fara að ná í málingu og hugsanlega parkettið sem við erum að fara að ná í. Ég hlakka til, ég ætla alltaf að fara að vinna. Jæja, nú er klukkan að detta í 12. Ég verð að viðurkenna að ég er búinn á því. Ég er búinn að vera í húsinu í allan dag, við erum búin að gera ógeðslega mikið. Á morgun ætlum við að fara að mála efri hæðina. Efri hæðin er tilbúin. Ég er ennþá eins og í seinustu klippu, þá er ég ennþá á fyrstu hæðinni og já, við erum búin að spasla allt. Á morgun munum við mála efri hæðina og gera neðri hæðina tilbúna til málingu. Og það sem er búið að gerast, ég bara biðst afsökunar á því ef ég er eitthvað þreyttur. Ég er drullu þreyttur og já, ég held að ég mætti hingað klukkan 8:30 og ég er búinn að vera hérna til 12, klukkan er 12 núna. Ég er að fara að hætta þessu. Sér hvað ég er búinn. En allavega, herbergið, fyrsta herbergið á annarri hæðinni, það er tilbúið, það er búið að spasla allt sem á að spasla. Við erum búin að pússa gluggakarmana og já, basically þetta herbyggi er alveg perfekt, alveg tilbúið.
Og veggurinn muniði sem við brautum hérna, sárið hérna á endanum, það að vera tilbúið, ég þarf að spasla einu sinni enn í það, það lítur svona út. Og ég á eftir að spasla eina umferð í viðbót, bara til að gera þetta töluvert flottara. Og þetta rými allt hérna, við erum búin að spasla þetta allt, þetta allt tilbúið. Steinun, konan hans pappa, hún búin að setja límkítti í alla raufar hérna uppi, þannig að þegar þú eru búin að mála þetta, þá ekki svona gat á milli, þetta svona svart gat, þannig að það á eftir að lúka mjög vel. Herbergið hérna í miðjunni, herbergið nr. 2, það allt tilbúið, við erum búin að spasla allt og vá, ég finn það, já, það gólfhiti í þessu rými, ég að finna það, það engin ofn, það engin ofn inn í þessu herbergi, en það svona unit, eins og á ofni. Ef ég að tala eitthvað vitlaust þá biðst ég afsökunar á því. En já, hérna, já, og ég var að pæla til hvað þetta liggur, þannig ég prófaði að kveikja á þessu og ég finn það núna að gólfið byrjaði hérna og blurri. En allavega, þetta herbergi tilbúið til málugana og við ætlum að mála loftið líka. Og eins hérna, við ætlum að mála loftið hérna líka og það verður hvítt. Og gluggasillan sem hérna, við ætlum að mála hana hvíta líka. Þetta útsýnið okkar á annarri hæðinni. Sjáum aðeins í sjóinn hérna og hérna klaustrið, nunnundar. Og já, og svo annað herbergið þarna, það ekki ljós þarna inni, þannig að ég get ekki sýnt ykkur það ódimmt. En það tilbúið, þannig að efri hæðin tilbúin. Eina sem eftir sem ég þarf að gera í fyrramáli að klára sárið, pússa það aftur, eða ég þarf að pússa það, þarf að spasla það aftur og á morgun þarf ég auðvitað að taka ljósin. Ég nenni ekki að taka þau núna út af því að það verður allt myrkur út að það orðið frekar dimmt úti. Og þessi hérna veggur niður stigann, ég á eftir að taka handriðin af og hérna bara þannig að við séum ekki að mála handriðin og ég nenni ekki að teipa eða orku í að teipa þetta allt, það auðveldar að taka nokkur skrúfur og taka það af. Já, annað held ég að sé ekkert svona sem ég þarf að segja ykkur akkurat núna. Það gengur rosalega vel og ég spáði að enda þetta bara núna. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Við þykir ofboðslega vænt ykkur öll. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Njótu lífs, bye bye.